Ég verð nú eiginlega enda á sama stað Ólafur byrjaði. Takk Landspítalinn fyrir ykkar þrotlausu vinnu undanfarna mánuði. og margt sem Ólafur kom inn á sem að ég tengdi mjög mikið við í okkar starfi í Marel. Við erum 6.500 starfsmenn, takk fyrir í dag og þurftum að gera margt sem að minnir svona á það sem Ólafur var að segja. Og annað sem ég tengdi líka við það sem að Hrund var að tala um áðan var hvað gildi við notum í ákvörðunartöku. Það var rosa flott, þú veist, hvernig ertu búin að byggja upp ákveðin jarðveg með ákveðinu fólki sem hefur eitthvað reynslu og hvað gildi hefur þetta fólk svo þegar það er að taka sínar ákvarðanir. Og ég tengdi svolítið við það því ég var að hlusta á þau tala sem hefur búið að vera mjög skemmtilegt hérna. Það var þrennt sem að ég ætlaði að koma inn á og skrítið að standa í svona hálf tómum sal. Talandi um aðlögun, þetta er ekki það var þrennt sem ég ætlaði að koma inn á. Eitt var aðeins að segja hvaða lærdóm við getum dregið af COVID sem stjórnendur, sýna ykkur svo aðeins hvernig við í Marel höfum verið að nálgast þetta og svo að lokum segja hverju ég tel að heimavinna sé ekki málið. Og ef við byrjum bara á hvað við getum lært, það er náttúrulega ótrúlega áhugavert að sjá, Þórunn, þú talaðir um hana COVID og gjöfina sem COVID hefur gefið okkur. Það er oft í vinnunni brjálað að gera og erfitt kannski að finna út hvernig þú ætlar að forgangsraða og hvernig þú ætlar að ná árangri. Og það var einu svona eitt gamall yfirmaður minn sem sagði við mig ef þú lærir eitthvað eitt í lífinu, í atvinnulífinu, þá er það að forgangsraða rétt. Og það hljómar rosalega auðvelt að segja það, en það er svolítið gaman að skoða COVID í því samhengi. Þar er forgangsröðunin alveg skýr, vírusinn skal burtu, og mælikvarðinn er rosalega skýr, það er fjöldi smittara, en leiðin þangað er algjörlega óskýr. Hvernig nákvæmlega við ætlum að fara að því að ná niður fjölda smittara, það er alltaf, hún breytist, tekur breytingum. Og ég var að hugsa það svona sem, ef þú ert stjórnandi í dag í atvinnulífinu, hvernig getur þú framkallað það í þínu starfi, í þinni vinnu, að það sé ákveðin forgangsröðun, hún er algjörlega skýr, takmarkið er öllum kristaltært og við byrjum núna. Oftast þá við sittum heimandaldi og sagt hvernig ætlum við að skipuleggja þetta, hvernig ætlum við að fara að þessu, hvað er nákvæmlega leiðin. Það er ekki tími til þess, við byrjum núna og markmiðið er skýrt. Og það er eitthvað sem er svolítið skemmtilegu lærdómur held ég að taka af COVID, ekki bíða, ekki skipuleggja, settu bara forganginn skýran og lagða af stað. Og til þess að geta svo takta þetta, þá þarf þetta að vera með algjörlega skýr gildi í ákvörðunartökunni og þá komum við inn á líka það sem Ólafur kom svolítið inn á, að þegar þú leggur svona beint á stað, þá þarf þetta að vera með mjög skýra upplýsingagjöf, mjög skýra ábyrgð í teyminu þínu og vera í rauninni daglega að fylgja eftir málum. Af því þú getur þurft að breyta ákvörðunartökunum daglega þó markmiðið sé alltaf alveg skýrt. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt að reyna að hugsa hvernig get ég tekið þennan lærdóm og yfirfært hann á störf mín þannig að ég nái árangri með þau verkefni sem skipta öllu máli í vinnunni. Við vorum með ég ætla að setja útþelta, við vorum með komin með alþjóðlegt krísuteymi í Marel, vírusinn var náttúrulega fann að láta kræla á sér annars staðar í heiminum á hann og kom til Íslands og svo þegar við erum að byrja á Íslandi, þá stillum við upp teymi og þar sem að hjálpaði okkur var að það sett upp teymi á Íslandi og alþjóðlega teymi í rauninni segir þetta er teymið á Íslandi, þið berið ábyrgð á því að taka ákvarðanir fyrir íslensku starfsstöðuna, þannig að umboðið var mjög skýrt og gildin sem við notuðum voru öryggi starfsfólksins okkar fyrst og fremst, að fólkið okkar finnist að vera öryggt í vinnunni, að vinnustaðurinn sé að gera allt sem það getur til þess að öryggi og heilsu fólks sé gætt og reksturinn haldist gangandi. Af því það er gríðarlega mikilvægt að halda uppi góðum rekstri, mæta þörfum viðskiptavina og sjá til þess að allt gangi vel.
Og þetta leiddi okkur svo bara í gegnum alla vinnuna, alltaf þessi gildi. Hvað öruggast fyrir starfsmanninn og hvernig getum við haldið reksturinn gangandi? Til dæmis aðskilja framleiðslu frá skrifstofu, bara undir eins. Og skipta upp öllu. Við meira sem fórum í að vera með útiklósett. Þannig að það var algjörlega skýrt hvað starfsmaður pissaði, hvaða klósett, hvaða snertiflötu hann var með, hvað hópum hann tilheyrði. Gengur rosalega hart fram í öllu svona. Og annað sem að Ólafur kom inn á sem við gerðum að þetta bara byrjað. Þú ert ekki með planið fyrir framan þig en verkefnið samt komið á stað. Og þá það eina sem hún getur gert, það að halda mjög reglulega fundi og vera með upplýsingamölun kýrskýra. Það allar upplýsingar upp á borðinu. Við segjum fólki alltaf hvað við erum að gera. Og annað sem svo kannski sem kemur aðeins inn á það sem Hrund var að tala í morgun, svo það ákvarðanatakan. Þú þarft að taka alveg ofboðslega miklar ákvarðanir og margar ákvarðanir þegar þú ert að takta svona óvissutíma. Það óvissa, þú veist ekki alveg hvernig þetta fer, þú skilur ekki alveg hvað í gangi, en þú veist að þú vilt vírusinn burt. Og ég held að þetta sé ofta sem reynist erfitt að yfirfæra svo yfir í atvinnulífið almennt eða í þitt daglega líf, það að taka ákvarðanir, bera ábyrgð á ákvörðunum sem þú tókst, muna hvaða gildi þú notaðir til að taka þessi ákvörðun, af því það alltaf ykkur sem segir, já við höfum reynt þetta áður, gleymdur ekki þessu, ertu að grínast, ætlaði að gera þetta svona. Það alltaf ykkur sem eru þarna og hafa áhuga á að fara þangað og standa á hliðarlínunni og svona gagnrýna þig eitthvað svona pínu fyrir hvað að gera. Þannig að það skiptir máli að skilja það að þora að taka ákvörðun. Hvað að taka ákvörðun? Hvernig fylgir hún eftir? Hvað ertu þá ekki að gera þegar þú ert að taka þessa ákvörðun? Og mér finnst það oft vera svona eins og voru að segja, okkur gerist þetta bara ekki. Okkur erum við ekki bara circular economy og allir eru bara í samskiptasamtmálum. Það eitthvað sem að það eitthvað taktur sem við erum ekki búin að finna og það eitthvað ákvarðanir sem við erum að taka til að svo verði. Þannig að ég tengdi svolítið á það og teymið vann gríðarlega sjálfstætt og við tókum ákvarðanir sem miðuðu að því að láta þetta ganga og hingað til hefur okkur gengið vel, bara svolítið eins og Landspítalunum, bara takk fyrir framlag okkar allra á þessum tímum. Annað sem að því Ólafur sýndi svo svona rosalega flott að glæra tímalínuna. Þetta byrjar náttúrulega rosalega dramatískt. Þú bara lokar af framleiðslunni, sendir alla heim. Við komum upp 3500 heimavinnustöðum út allan heim í Marel liggum við bara overnight. Og svo þegar þú ert búin að þessu, að þú getur ekki skipulagt allt verkefni fyrirfram, þegar þú ert búin að þessu, þá fer það að hugsa, ok, allir viðskiptavinirnir í lagi? Allir byrgjarnir okkar góðir? Svo þegar þú ert búin að því, þá segirðu, ef ekki að fara að halda online ráðstefnu og tala við fólkið okkar og segja hvað við erum að gera. Þannig að þú í rauninni eftir sem gengur lengra inn í ferlið því svona kannski dýpkar aðlögunin og reynslan og þú finnur svona já, ok, við þurfum að gera þetta núna, já, þetta kemur núna. Þú hefðir aldrei getað skipulagt þetta allt fyrirfram. Og ég var að segja áðan, verkefni byrja núna. Ef þú hefðir alltaf skipulagt allt saman fyrirfram, þá hefðum við aldrei lagt af stað. Þá erum við ennþá að tala hvenær við ætlum að leyfa COVID að byrja. En það bara byrjaði og við þurftum bara að skipuleggja eitthvað strax og þá kallar fram þessa forgangsröðun, eins og Ólafur var að tala forgangsröðun á slysstað. Forgangsröðunin verður til og svo keyrir það áfram í gegnum verkefni og þá gerast svona hlutir. Við förum að halda starfsmannafundi online, við förum að afhenda páskaegg með því að stilla öllum upp í svona röð. Við förum að hafa samskipti við viðskiptavinina okkar online, við förum að vera með sýningar á vélunum okkar til viðskiptavinna allan heim, við förum að stilla upp tækjum með svona remote assistance. Þetta allt fór svo á stað og þetta einmitt gerist svo líka síðar að glærurnar verður rosalega fínar. Fyrst var þetta bara stuttermabolir og líka við krassað á vegginn, ekki labba inn, pissaði hér. Svo verður þetta allt rosa flott og glærurnar verða fínar. Og það var einmitt eitt sem sagði það í gær, þegar COVID var búið, þannig í maí, þá rifum við allt niður og hendum því í rusli. Svo var þetta að við skulum ekki henda því í rusli næst þegar þegar þessi bylgi búin skulum við ekki henda hann inn í rusli, við getum þurft að nota það aftur og við erum náttúrulega langt frá því að vera búin. En þá komum við inn á af hverju ég var að segja
Nú er ég semst búin að segja ykkur hvernig við getum lært að nýta okkur COVID í okkar daglegum stjórnunarstörfum og aðeins búin að segja ykkur frá því hvernig við í Marel gerðum þetta og þá komum við að lokum og það er svolítið svona balansinn sem kemur þegar þú vilt ná árangri í vinnunni og því ég trúi því að almennt þá vill hver geta labbað inn á vinnustafinn sinn, honum líður vel, honum með henni líður vel, er að nýta þekkinguna sína í eitthvað verkefni og það verkefni skiptir máli fyrir heildarárangur fyrirtækisins. Það er bara eitthvað sem við öll viljum og eru hagsmunir okkar allra. Og ef þú ætlar að setja upp skorður sem að kalla fram að þetta eigi sér stað, þá er eiginlega ekki hægt, finnst mér, að skorða fólk líka fólk verður að hafa val. Það er ekki margir upp í Marel sem eru búin að segja við mig, herru, þetta er frábært, ég vil bara halda áfram að vinna alltaf heima. Við erum félagsverur. Okkur finnst gaman að vakna á morgnana og klæða okkur og fara út úr húsi og ytra umhverfi getur ekki verið skorðað svona svakalega til framtíðar. Ég sé ekki alveg að það sé öllum til hagsbóta í rauninni. Fólk finnst gott að vinna á mismunandi tímum, í mismunandi aðstæðum, hvernig kallar fram það besta í hverjum einstaklingi. Ég held að sé ekki með því að festa hann heima hjá sér alla daga. Þannig að þess vegna var ég svona ósammála því. og svo svona lokum, ég var nefnilega í gærkvöldi að hugsa hvernig lendi þessu, út af hverju stendi hér og hvað vil ég segja. Ég vil segja ykkur frá reynslunum minni, hvað við erum að gera og hvernig við erum að fara öll í gegnum þetta saman. Og á sama tíma erum við öll að gangi í gegnum eitthvað sem ekkert af okkar hefur gengið í gegnum áður. Við erum að upplifa tíma þar sem eru mikil óvissa sem getur kallað fram vanlíðan hjá fólki og margir þurfa maður þarf svolítið að hægja á sér og hugsa hvað er ég þakklát fyrir og ég veit að þetta er mjög miserfitt hjá mörgum og þá langaði mig að segja ég svona pínu við skulum ekki standa og lýsa ykkur yfir og gera of miklar ráðstafanir og telja hlutirnir verði núna svona og hinsegin. Þetta er ég var ánægð að Ólafur endaði með gaur að reykja, þá get ég sagt assumptions are the mother of all fuck-ups. Svo við en gerum ekki ráð fyrir og drögum of stórar ályktanir. Við erum saman í þessu núna og ég held að besta það sem við öll getum gert núna er að hlusta. Hvernig er aðlögun að ganga? Hvernig líður okkur? Er árangurinn eins og við vildum? Hvernig líta tölurnar út? Er reksturinn að ganga vel? Stöndum bara í miðri á, hlustum og tökum ákvarðanir stundum innan dags, stundum fyrir nokkra vikur, stundum fyrir nokkra mánuði, en þannig löpum við í gegnum þetta. Já. Frábært. Þetta var allt frá mér. Ég ætla að taka símmenn, ég man ekki hvort ég að vera með einhverja. Er eitthvað spurningar? Já, ég ætla einmitt að kíkja inn á Slido, sjá hvort að við erum ekki með spurningar til þín. Ólafur fékk spurningana hvernig höldum við í gleðina. Þetta er náttúrulega frábær spurning og það kemur svolítið að þessum aðlögunarpunkti sem ég var að tala að við erum upp á móti straumnum með því að setja alla heim og einangra alla og fólk vill gleði og við erum félagsverur og hvernig heldur í það er svolítið, kemur inn á hlustunarpunkt hvar gleðjumst við saman eða finnum út úr því og gleðin er kannski ekki núna risastór árshátíð og geggjuð jólagleði og teymispartí, hún er einhvern veginn aðeins öðruvísi en það er alltaf hægt að finna leiðir til að gleðjast. Algjörlega, það er nefnilega alltaf hægt. Alltaf. Það er ein spurning til þín. Er þá sveigjanleg fyrirtækjamenning lykilatriði? Já, þarna er nefnilega gildin sem þú ert að vinna með frá upphafi. Gildin í Marel eru er sveigjanleiki. Það skiptir máli að verkefnin okkar komist áfram og fólk getur nýtt sína þekkingu í þau, en
sveigjanleikin hluti af okkar minnistæð menningu. Og þannig að við höfum hann í rauninni svolítið með okkur þegar þetta byrjar og ýkjum hann alltaf rosalega. Það er reyndar ein hérna sem að vonandi verður ekki of langt mál að svara. Finnurðu mun á starfsfólkinu hjá þér varðandi meiri þreytu og kvíða núna miðað við fyrstu bylgjuna? Finn ég mun núna? Já, sko, við vorum náttúrulega að byrja á þriðju bylgju og mér finnst alveg vera næstu í dagsform. Það er alveg, þú veist, það kom allir svolítið svona fíldjarfir úr sumarfríinu, svo bara bunki, einhvern veginn öll niður aftur og öll upp aftur, þannig mér finnst við vera svolítið í dagsforminu misjöfn. En það sem hjálpar rosalega mikið þegar þú ert í tíma óvissu er fókus. Er bara að vakna, fá sér morgunmat, klæða sig, byrja að vinna vinnuna sína, mæta fundi, klára verkefni, þá líður dagurinn. Þannig að besta leiðin til að koma sér í gegnum svona er að fókusera á hvað segir maður, daginn þinn. Já, ákveðinni rútínu. Já, þá hefur minni tíma til að láta hugan kannski reika. Já. Takk kærlega fyrir Guðbjörg, þetta var mjög ánægilegt.